Heil og sæl. Þetta þátturinn milli himins og jarðar sem tekin upp hér á Sigurhæð á Akureyri. Gestir mínir í dag ungt fólk úr Menntaskólanum á Akureyri, tveir nemendur, ferskir nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri og við ætlum að ræða svolítið um kynslóðamun. Mér finnst nú mjög stutt síðan að ég var á þeirra aldri en þó nú að verða hátt í 20 ár síðan. Og við ætlum aðeins að velta þau upp, einhver munur á minni kynslóð, fólkinu í kringum fertugt, sem að svona fullu í lífsgæða kapphlaupinu, að koma yfir sér þakki og eignast börn og vinna starfsframa og bara sigla þjóðarskútunni, vonandi ekki strandsamt. Og einhver munur á þeirri kynslóð og ungu kynslóðinni sem að í framhaldsskóla í dag eða á framhaldsskóla aldri. Við ætlum aðeins að fara yfir það og margt fleiri. Við ætlum líka að ræða kannski streitu hjá ungu fólki. Ungt fólk að glíma við streitu í nútímasamfélagi, bara eins og við sem eldri erum. Og ýmislegt fleira og hér eru þau komin til mín, Auður Björk Gísladóttir og Fjölnir Brynjarsson og verið velkomin. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir. Eins og ég sagði, þá eru þið nemendur í Menntaskólanum á Akureyri. Gerið þið örlítið grein fyrir ykkur, fólk bara almennt forvitið, vill vita hvaðan þið komið og hvert þið eru að fara, nei, en bara aðeins að segja aðeins frá ykkur og hvað þið eru svona fást við í lífinu. Hvað segir þú, Auður? Já, ég heiti Auður Björk, ég innfæddur Akureyringur og uppalinn hér, en í rauninni segja alltaf þessi frá Grímsstöðum og Fjöllum. Og ég í Emma á mínu síðasta ári og einn af þeim sem tekur skólan á 5 árum, ekki 4. Það er gott. Þú ferð í heimsreisu, þannig að það skýringin á því að þú ert að taka þetta á 5 árum. Já, í rauninni. Og áhuga ljósmyndari. Ok. Og hvernig sinnur því? Ertu með einhverja svakalega vél sem þú ferð með út allt? Nei, þetta í rauninni mjög gömul vél en góð sem að ég fékk frá pabba mínum og hef verið bara, hann kenndi mér í rauninni allt sem ég kann og síðan hef ég verið bara fikra mig áfram sjálf, aðalega í náttúrumyndum og svoleiðis, en litla systir mín mjög gott fórnarlamb líka. Já, þú hefur verið að mynda hana svolítið? Jú. Þá hlýtur nú bara að vera dálítið gott samband á milli ykkar, fyrst þú ferð að mynda litlu systur, eða ekki? Þá hlýtur ykkur að semja okkur með. Fyrstu 2 mínúturnar, síðan bara svona, nei, ég nenni ekki meir, ég ætla inn. Já. Þetta náttúrulega heilmikið verkefni að vera stóra systir og líka að vera litla systir. Ég þekki það því ég yngst í hópi 6 systkina. En hvað segir þú, Fjölnir? Hvaðan kemur þú? Heyrðu, ég innan úr Eyjafjarðarsveit. Já. Og á síðasta ári í Menntaskólanum. Og þar formaður nemendafélagsins. Inspektor skóla. Yes. Ekki inspektor Klúsó. Vonandi ekki. Og það náttúrulega heilmikið verkefni. Ég meiri segja, ég þykist vita að inspektorinn hafi frjálsa mætingu í skólanum. Þetta er svo mikið starf. Já, þetta er kannski ekki alveg frjálsmæti, maður fær svona, maður afsakaður í störfum fyrir félagsstarfi, sko. Já. Og þetta er bara mjög gaman, en þetta er einmitt, eins og þú segir, mikið unna líka. Já. Er þetta ekki bara heilmikið nám að vera formaður? Jú, ég myndi segja að þetta heldur þetta sé ekki eitthvað sem að mun virkilega gagnast þér seinna meir í lífinu? Já, algjörlega, sko. Þetta er líka, það er sem maður lærir ekki nema svona kannski prófa og gera. Kannski meira heldur en einmitt í staðis endilega að rita niður og klósa, sko. Já. Það er gott í bland. Einmitt. En þarna þarftu náttúrulega að efla með þér svona skipulagshæfileika og virkja með þér fólk og fá hugmyndir af viðburðum, ekki satt, náttúrulega í samstarfi við hina í stjórninni. Já. Og síðan fjölmörg undirfélög í Emma með eins og leikfélagið og dansfélagið og íþróttafélagið og margt fleira. Óteljandi félög náttúrulega. Já. Og svo náttúrulega færðu þau líka æfingu í því að standa fyrir frá fólk og tala reglulega, það ekki? Já. Og þið eru líka í því, það ekki að stjórnin að taka móti, því að til dæmis þegar að 10. bekkingar kom í heimsókn til að skoða skólann, þá eru þið að taka móti þeim og kynna og svoleiðis? Já, við höfum verið með kynningar fyrir tilvonandi 1. bekkinga á ári. Já.
hefur gengið bara mjög vel. Þá komið þið sérstaklega vel fyrir. Já, það reynir. Já, ég á mjög góða minningar úr menntaskólanum af félagslífinu og þáttöku í leiklistin og leikfélaginu og annað. Það tók, ég ætla ekki að segja að það tók sinn toll, það tók sinn nefnilega tíma og ég hef upplifað það eftir að vera prestur að til dæmis margt af þess að ég lærði í bara LMA, leikfélaginu, hefur gagnast mér alveg sérlega vel. Ekki það að ég sé alltaf á sviði eða ég sé ekki að meina það sem ég er að gera eða sé bara eitthvað að leika. Heldur það til dæmis bara það að fá auki innsæi inn í fólk sem að maður þarf að þjálfa með sér í leiklist. Og líka bara þegar maður er að messa, að hugsa svolítið það, bara hvar maður stendur og hvernig maður snýr sér og hvernig maður svona kemur fram. Þannig að ég get alveg sagt það að það sem ég lærði utan skólastofunar í menntaskólanum hefur virkilega gagnast mér í lífinu og í starfi. En eitt sem ég langar svo að spyrja ykkur af því að ég nefnilega mig klæjar alveg í lófana þegar ég hitti fólk á ykkar aldri og ástæðan náttúrulega auðvitað fyrsta lagi svo að mér fannst svo gaman að vera til þegar ég var á ykkar aldri, mér var svo gaman að vera í menntaskóla, þetta var alveg sérlega góð ár en sem sagt, ég er svo spennt fyrir því að fá ykkur í þáttinn vegna þess að ég átti góðar minningar og mér finnst einhvern veginn svo stutt síðan þetta var en samt hefur svo margt gerst þarna í millitíðinni og svo er það líka það að ég upplifi það svolítið á mínum aldri, nú er ég 37 ára, nálgast fertugt, að svona, maður fær ekki nú oft tækifæri til þess að vera í samfélagi við fólk á ykkar aldri. Mér finnst stundum eins og sé pínleitið svona glerveggur milli ykkar kynslóðar og minnar. Við eigum kannski börn sem er ekki alveg komin á ykkar aldur, það er svona, ég á barn á fermingaraldri, það er eldra barnið mitt. Þannig að ég hitt ekkit, og ég verða að viðurkenna það sem prestur í þjóðkirkjunni, að þá fæ ég ekki alveg nógu oft tækifæri til þess að vera í samskiptum við fólk á ykkar aldri og ég man það sjálf þegar ég var á ykkar aldri og í menntaskóla að maður svona fjarlæðist svolítið kirkjuna, maður var svolítið í öðrum hlutum og ég held að það sé að vissanátt bara eðlilegt, það sé bara einhvern veginn hluti af ferlinu, ég hef engar sérstakar áhyggjur af því en ég veit eins og það er að kirkjan myndi græða alveg rosalega mikið á því oft að eiga meira samtal við ykkur vegna þess ég man eftir því þegar maður var á þessum aldri að maður var svo mikið að pæla og maður var svo mikið að uppgöta og maður var oft svo flottur samfélagsrýnir og maður var líka gaggrýnir. Þannig að ég gerir langa svo stutta, ætla ég aðeins að segja ykkur, smá lengri inngangur. Þegar ég var í menntaskóla þá man ég svo eftir því að mín kynslóð var svo upptekin af því að vera einhverja svona ákveðna típur. Ég man það rosalega vel. Og það var eiginlega fyndnast og ég kynntist eiginlega best þegar ég og maðurinn minn hittust. Ég var á síðasta ári í Vaffema þegar við kynntumst og vorum svona bæðum 20. Og við vorum svo gerólík sko. Hann var handboltagaur í gulri káaúlpu og fór bara æfingar, hafði bara fara æfingar eftir skóla og eftir æfingar fór hann bara heim og þú veist, borðaði Maryland-keks og drakk mjólk eða eitthvað sko, var hann granna og en ég var sem sagt alltaf í einhverjum hjálpræðishersfötum af því að það var svona, ég vildi vera sú típa og er eitthvað bara þú veist að lesa ljóð og eitthvað að reyna að semja ljóð og fór í hjálpræðisherinn og keypti mig föt sko, alveg sama hvað stærðu voru, við langaði bara í þennan kjóla og keypti hann og var kannski ermarnar alltaf stuttar og eitthvað svona, allt í lagi. Og svo var hangi á kaffihúsum, við hengum á Kaffi Karolínu og ræddum lífsins gagn og nauðsynjar og eitthvað svona. Er þetta ennþá í dag þannig, eftir þennan langa inngang, spyr ég ykkur, er þetta ennþá þannig í dag að fólk í menntaskóla velur sér að vera einhver ákveðin típa, íþróttatýpa, ljóðatýpan, kaffihúsatýpan, hvernig er það? Sko ég hugsa að kannski þetta er miklu minna núna sko, en auðvitað er ákveðið fólk sem við gerir út á það að vera öðruvís og finnst það kannski endilega ekki flott að vera það sem við endilega heldur flott að vera öðruvís. Já, vera öðruvís, já, skera sig úr þá. Skera sig úr, en ég held að fólk sé miklu óhræddara núna að vera bara það sjálft sko. Já. Ég hefði það einhverjum svolítið á tilfinningunni og þess vegna var ég að spyrja þetta, ég hefði það svolítið á tilfinningunni með ykkar kynslóð að það einhvern veginn leiðist meira bara að vera svolítið maður sjálfur og þið séu svolítið afslöppuð, gagnvart því. Er það rétt hjá mér? Já, allavega einhverjum hluta.
Maður fær rosalega mikið þau skilaboð frá samfélaginu í rauninni og í þessum myndum og bókum sem maður er að lesa og allt svoleiðis, þá er þetta mjög oft skilaboðin. En hvort sem maður eru alltaf meðtekin, það er náttúrulega ekki alveg eins. Nei. Hvaða ár eru þið fædd? Hvenær ert þú fædd? 95. Ok, og þú ert fæddur? 97. Já, þú ert ára undan, þú fórst í Krílabekk. Já, svo kallaða. Ok, þannig að þið munið ekki eftir buffaloskóm og tarkbuxum, svörtum þröngum og ryktum leðurjökkum, munið eftir þessu? Nei. Þetta sem fyrir okkar tíð. Ég var eiginlega að tveggja það. Munið eftir kraftgölunum. Vitið það að krakkar, minni kynslóð, þau fóru í bæ í kraftgölum helgar til að skemmta sér. Hvað finnst ykkur það? Gjörsamlega öfusnúið við það sem maður sér núna. Þú veist, maður sér stelpur í dag, ég vil að það sé kannski 4 stiga frost í einhverjum pínulitlum mínipilsum og örþunnum jakkar og maður er bara... Þetta kom í tísku, það kom í tísku að vera í kraftgala, að vera vel klæddur. Og núna er tískan svona, að verður eins og lítið klæddur og getur. Og hugsanlega getur. En ég meina, það er ekki sagt að tíska gangi hringi, þannig að einn dag verður aftur farin að... Geima kraftgalana bara. Já, geima kraftgalana, vá. Núna sér maður bara menn í kraftgölum sem er að vinna við löndun, en þetta var alveg málið. En það sem að kannski einkennir svolítið ykkar kynslóð, nú tala ég eftir ykkar kynslóð, mína kynslóð, þessi eitthvað rosalega aðgreining á okkur, en bara svona þannig til þess að skýra þetta hvað við erum að ræða hérna, við erum að tala kynslóðamun. Það sem að mér er svo dásamlegt við ykkar kynslóð og mér er svo margt dásamlegt við ykkar kynslóð, mér finnst þið einhvern veginn vera að gera svo ótrúlega flotta hluti og það er svo mikið hæfileikaríku ungu fólki sem stígur fram og þorir að rækta hæfileikar sína og leyfa öðrum að njóta þess. Mér finnst einhvern veginn svona upplifir svolítið svona heilt yfir, þú veist, svolítið mikið sjálfstraust og nokkuð heilbrigða sjálfsmynd og svona meðal ungs fólks í dag, sem ég finnst bara mjög gott og þetta er allir gangur á því meðal einstaklinga eða milli einstaklinga en svona heilt yfir. Og það er líka eitt sem ég finnst svo stórkostlegt, það er hvernig þið eru alltaf að brjóta niður múra og afhjúpa alls konar tabú sem hafi verið lengi í þjóðfélaginu sem meiri segja mín kynslóð, mér finnst ég vera voðalega frjálslyndi kynslóð, var ekki nógu mikið að ræða. Og þetta kemur svolítið bara frá ykkur og ykkar kynslóð, mér finnst það dásamlegt, en hvernig haldið þið að ungu fólki líði almennt í dag, bara svona andlega, fólki á ykkar aldri? Allir gangur á því. Já, þetta. Og en eins og ég segi, það er örugglega alveg svolítið mikið stress á ungu fólki í dag, allan á sumu. Og en eins og það er orðið núna, það er orðið auðveldara að tala um það. Já. Það er ekki eins mikið tabú, eins og þú segir. Það tala um þessum byltingum sem hefur verið að gerast sérstaklega á netinu. Það er svo auðvelt að gera þetta á netinu því það fer út allt. En heldurðu, þú segir, þetta er svolítið góða punktur, það er auðvitað að gera þetta á netinu, en heldurðu að fólk fari svo og leiti sér almennt hjálpar? Haldið að sé þannig að krakkar ykkar aldrei séu bara ófeimin við það og þá að fara til sálfræðings eða félagsráðgjafa eða prests eða námsráðgjafans eða eitthvað og leita sér aðstoðar eftir að vera búin að segja frá því að þau séu að glíma við eitthvað? Já, ég myndi halda það sko, að það sé í rauninni töluvert meira svona fólk samþykkir sjálft sig miklu betur og þá léttara með því að koma með sín vandamál og leyfa fólki að átta sig á því að það er einhver vandamál í gangi og geta að tekið á þeim og hjálpa fólki að taka á þeim. En ég held að megin atriði sé fyrir kannski sérstaklega eins og þessari streitu og stressi sem er í gangi er einmitt netið. Það er alltaf eitthvað í gangi sko, það stoppar ekki, bara allan daginn. Það eru sumir sem vakna á næturnar bara við einhver tikk í símanum sínum, skiljum við. En svo er líka talað að sumir sé sko þróa með sér áunnin athyglispress sem getur komið að því að þurfa alltaf að vera með og marga bolta á lofti og vera alltaf með síman og alltaf online, eins og maður segir. Og það þýðir það að fólk náttúrulega fyllist streitu, missir einbeitingu, verður strekt og pirrað og einhvern veginn upplifir aldrei að það nái að einbeita sér að einhverju einu sem er náttúrulega ekki gott.
Getur ímyndað þér að vera í námi og vera svoleiðis? Ég oft hugsaði það, af því það var ekkert af þessu komið þegar ég var í skóla. Þú veist, neti var að ryðja sér til rúms og það var bara einhverjir sko 4 framúrstefnulegir eða eitthvað, skilur, nemendur í menntaskólanum sem voru eitthvað farnir að skoða yrkið eða hvað þetta hér. Við hinn vorum ekkert að pæla í þessu og og ég oft hugsaði það, sko, bara á svo margvíslegan máta hvað mér fannst, sko, ég hef nú oft eiga talsveit erfitt með einbeitingu svona persónulega, ég verið í menntaskóla, en hvað það ef ég haft þetta allt saman? En haldið þið, sko, að það sé bara talsveit streita meðal og hjá ungu fólki í dag, fólki á ykkar aldri, því það er svo mikið talað um streitu hjá fullorðnu fólki og streitu engjur og það verður svolítið umræðinu núna. Haldið þið sé jafnvel bara hjá fólki á ykkar aldri? Ég held að það sé mun meira en hefur áður verið, sko. Töluvert meira. Af því að það er, með það sem við erum að tala um, það er alltaf eitthvað í gangi. Fólk á erfitt með að velja að taka ákvarðanir, hvað það setur fremst og finnst þá í stað þess að ná að í rauninni raða því upp, þá í rauninni kemur allt bara í einu. Frestunaráróttan. Svakaleg. Og sjálfsægin líka bara sem þarf til þess að í rauninni geta sinnt náminu almennilega og verið, þú veist, í öllu þessu social dæmi, sko. Og á öllum þessum miðlum og svoleiðis. Skipuleggja sig. En ég samt, sko, ég hef smá upplifun af því að ég sé verða miðaldra, því ég er ennþá á Facebook, en ég upplifun að ykkar fólk, er ykkar kynslóð eitthvað að draga sig út úr Facebook af því að við erum einhvern veginn að hertaka þetta næstu því miðaldra fólki, eða eru þið alveg á Facebook? Já, sko, já. Sko, yngra fólk notar þetta einhvern veginn miklu minna sem svona stöðuuppfærslu, eins og mér finnst eldra fólk gera, skilur, hendur í eitt góðan status og myndir af kettinum mínum og einhverjar góða dæmisögu og þú varst að baka köku og þú veist, alls konar svoleiðis. Þið eru að hlæja á þetta, ég sé það, þið eru að hlæja á þetta. Hvað er það hallarislegasta sem að við á mínum aldri gerum svona á Facebook, svona 35 plus, 40 plus, hvað er svona það sem þið svona, þetta er svo miðaldra hugsið? Ég held að það er auðvitað í kommentakerfin, sko. Oh my god, það er náttúrulega DFF, það er bara sundlaug af kommentum sem maður bara eru pínleg. Já, og líka, mér finnst alltaf ég að fyndi þegar kemur svona deildu þessu ef þú elskar einhvern svo mikið, knúsa á þig og maður er bara eitthvað, já, ok, Er það þá svona gullkort líka sem fólk er að láta ganga á milli svona, stattu mig sjálfið þér, hættu að umgangast þá sem er ekki sammálaðir, eitthvað svona. Það er náttúrulega alltaf voðalega hvetjandi, maður svona, við gerum þetta ekki. Hvernig notið þið þetta þá? Hvað eru þið að brasa þarna? Annað en að hlæja okkur? Við erum að gera mikið bara hóparnir eins og bekkirnir okkar erum að posta, erum með bekkjasíðu og erum að posta alls konar bara upplýsingum og alveg bara sem svona spjall. Já, miklu meira sem veitu, þannig að þú getur bara náða féluðinu. Já, í rauninni dýrt að hringja, allir í Nóva, það er ekki gaman. Eitt sem ég langar að tala við ykkur svona, af því að nú fer að styttast í annan endan hjá okkur og ég verð að nota tækifæri því ég er prestur. Þó ég sé þetta bara þáttastjórnandi, ég er ekkert þetta sem prestur, en ég verð að víst alltaf, ég get ekkert alveg ég get skilað milli en ég stimpla mikið út. Hvað finnst ykkur um kirkjuna? Heiðalegt svar. Já, Eða umræðu um kirkjuna, til dæmis. Sko, ég veit það svo sem ekki. Sko, mér finnst skrítið að fólk, sem sagt, hvað við komið svona allt í einu upp úr þurru. Í rauninni að hafi droppað svona mikið prósentan af fólki sem er í þjóðkirkjunni og það er rauninni orðið bara svona sprenging allt í einu einhvern veginn. Og það er eins og fólk hafa allt í einu svona átta sig á einhvern veginn á því að hluti af kirkjunni var ekki að ná til þeirra. Já. Það er bara skrítið hvernig þetta hefur atvikast svona hratt einhvern veginn. Já, það er umhugsunarvert. Hvað finnst ykkur svona almennt um kirkjuna? Bara, þið skoðið bara kirkjuna í landinu og svona, finnst ykkur hún, sko, hefur hún lítið að segja við ykkar aldur? Finnst ykkur hún einhvern veginn, hafið ykkur hugmyndir?
Ég held að sé líka bara eins og við tölum að það bara mikið í gangi og Þetta sé aldurinn þar sem þar sem bara eðlilegt að taka sér pásu frá þessu. Já, það líka bara að tala að sko, þessi aldur sé, þú veist, opnastur fyrir nýjum hugmyndum og að gera hluti sem þú myndir kannski ekki gera seinna meir. Nei. Bara á þessum tímum, þá fyllir í þessi hólf í heilum og seinna meir, sko. Já, mér finnst þetta var tilfinningin mín, þess vegna hef ég ekki haft áhyggjur af því, þó að það sé ekki stór prósent af menntaskólinn sem messu á hverju einasta sunnudegi, að því ég held þetta er bara svipað eins og þegar ég var í skóla, sko. Mér langar svo að spjalla margt fleira við ykkur, ég þarf bara að fá ykkur einhvern tíðan aftur í þáttinn, að því að mér finnst eins og ég fengi að fara svona baksviðs á rokkólingum og hitta goðinn, sko, það er að ræða við fólk eitthvað kynnslu og ég þarf að komast ýmsu fleiru, er virkilega gaman að fá ykkur í þáttinn og vegna ykkur vel í námi og starfi og lífi og við kveðjum héðan af Sigurhæðum og þökkum ykkur samfylgdina.